Ég vil bara segja strax, strákar, þið getur fengið ykkur söpbukökur. Ég tók 12. Það eru reyndar held ég 9 eftir. Leikist þér. Það var þetta löng bílfæri og svo beða. Málega er. Nei, hún var ekkert svakalega löng. En þegar ég setti bara kassan á borðið, þá fatti ég á bara ein hvít. Og ég hugsa að ég var að éta hana á strákandi koma. Þannig ég byrst afskoðum því, það er engin hvít kaka hérna. Endilega fá ykkur, bara að passa ykkur að smjatta ekki í mækin. Svo erum við líka með popsmell, við erum með vatn. Kjartan, þú ert bara hálnaði með glasið. Já, ég var greinlega heitt. Ég er bara að skiptast á, sko. Já. Það er Óðinn líka bara að búa með sitt líka við. Ef þið viljið meira vatn, þá getur bara Óðinn eða ykkur, þú ert svo léttur á fetti hérna, yngstur á ykkur. Skotið fram, sótt meira vatn. Við erum að fara í sérstaklega Star Wars þátt. Það er svolítið langt síðan ég ætlaði að gera hana þátt. Svo var alltaf bara frestunum, svo bara komaði núna loksins, þú veist, ég var langt sem ég talaði fyrst við þig. Já. Og líka þig, Óðinn. Það er ekki bara fyrir eitthvað síðan síðasta sumar. Gæti alveg verið. Jú, ég hitti ekki húsdrekarnum. Jú, hittum Já, þú kostaði mig ekki, hei, Hafsteinn, já, nei, blessaður. Þá spurðin mig, ég sagði við þig, ég var bara að gera Star Wars þátt. Þetta var í ágúst eða eitthvað. Þetta er sumar. Þetta er langt síðan. Allavega, draumur minn var að fá til mér 3 gesti og farið svona rétt eða ránt Star Wars þátt. Síðan hittustu líka sambíónum eða eitthvað eftir einhverja sýningu. Já, ég mann ekki hvað við sáum, en alveg örugglega gott. Ég held að Doctor Strange. Já, það var sérst ekki gott sem við sáum. Þannig að ég gerði rauninni svipaðan þátt með Kíló og Hauki H. Já. Það var svona aðhliða rétt eða ránt. Þar sem ég rauninni varpa hérna fullyrðingum á sjónvarpið. Þannig ég mæla auðvitað með fyrir fólk að horfa á þáttum. Það er skemmtilegra, en það er ekki must. Ég mun síðan bara auðvitað lesa upp þessar fullyrðingar. Óðinn er farin í Subway-kassan. Hann tók skarið á þetta, sko. Já, býðar tengur tækir. Hann borðaði ekki kvöldmann, það er greinlegt. Þannig að Óðinn er byrjaður að fá sér, ég er ánægð með það, hann hallar sér aðeins aftur, hann er ekki smett í mækin. Ok, þannig að þetta er svo Star Wars rétt eða rántáttur og þetta er ekki bókstara rétt eða ránt, þetta er bara smekksætti. Og ég var aðeins búin að setja saman nokkra fulleringar og ég kláraði þetta í gær, ég átti þetta að gera 2. Þið skiptist á. Þannig þið byrjaði að svara og ég er mjög spenntur að sjá svona hvað þið segið. En svona rétt án við byrjum, förum aðeins svona yfir ykkar Star Wars bakgrunn. Ég get morðað henni. Kjartan, þú ert komið fyrstskipti. Já. Hvernig Star Wars maður ert þú? Ég sá Star Wars í fyrsta skipti þegar Phantom Menace var í bíó. Það ég var 9 eða 10 ára eða eitthvað. Varstu ekki búin að sjá það gömlu myndar? Nei. Var bara fyrsta Star Wars myndi? Fyrsta skipti var Phantom Menace. Hvað mótur ert þú? Fæddur 90. Þú ert 90, ok. Og svo nokkur mánuðum seinna þá var ég veikur heima og pabbi minn ákveður að fara út á vídeolegur, sko, og leigir Star Wars mynd. Og þetta held ég bara kvikti eitthvað svona ævilangan loga. Ég er bara forfallinn. Bara fíkill í þetta? Það er bara þannig. Bara, þú veist, Mandalorian 3. séri að byrja bara í nótt, held ég, eða næstu nótt, er það ekki? Morguninn bara. Já, mitt. Ég veit ekki alveg hvernig gefur það þátt, en það er rétt sér. Mandalorian byrja bara á morgun. Já. Eða í nótt. Já. Það er vaka. Nei. Þegar maður með börn, sko, það þýðir ekki, sko. Það er ekki hægt. Nei. Ok, þannig að þú byrjaði mjög ungur og þú verið 9 ára þegar Phantom Menace kom út, 1690 módel. Já. Og varst dolfallinn, svo held það bara fram. Þú ert væntanlega búin að sjá meirhlutann af þessu. Já, oft, mörgur sinnum, sko. Ertu búin að sjá allt? Þá er ég að tala um Clone Wars, allt þetta teiknum þetta dót. Ég er búin að sjá allar seríunar af Clone Wars og ég er búin að sjá Rebels. Fyrstu seríuna af Bad Batch, ég verði að veikina eiginlega gafst upp á annari seríunni. Ok. Og ekki hvað heitir það er eitthvað svona kappakstusþáttur sem heitir Resistance eða eitthvað sliðis. Ég er ekki búin að sjá hann. Star Wars Resistance. Já, ég er ekki búin að sjá hann. Ok, þú ert búin að sjá að Mandalorian, Andor. Ég er að hugsa að taka Andor aftur bara núna, sko. Ok, kannski kemur eitthvað upp á skjánum með þetta sem tengist Andor, það kemur bara í ljós. Ægir, fyrir til þín, þú hefur komið til mér aður. Já. Þú ert að borða þannig söpfu. Já, ég hallar mig tilbaka, sorry. Hallar tilbaka, atvinnumæður, þú passar smjatt ekki með enginn, svo ég er ekki skammaður að hlustundum. Þegar þú komst til mér síðast, þá fóru við topp 10 þátt. Jep. Og þú ert náttúrulega svona aðhliða kvikmynda áhugamaður. Yep. En það kom í ljós í þeim þætti að þú ert mikill Star Wars maður. Já,
Við tölum aðeins Star Wars og þú voru fyrir ekki, ég man ekki nákvæmlega allt sem við tölum Nei, ekki heldur. En þetta bara Star Wars þáttur, þannig að þú getur látið ljósið skína núna varandi Star Wars. Ég man að kom mikil hiti á einn tímabúti held ég í top 10 þættinum. Þá voru að tala eitthvað sequels eða eitthvað. Kom hitið þá í mig? Eða? Nei, mig sko. Þú elskaðir að ég mani til því sko. Elskaði ég framhaldsmynda? Nei, þú elskaðir að ég var að vera pirraður. Ég elska ástriðu, það er alltaf skemmtilegt. Já. Þannig að þú þurftir að lýsa þér sem svona Star Wars manni eða svona þínum bakgrunn í þessu. Hvað er það að tala? Sko, ég er alveg sveipaður þér sko. Ég horfa á hana Revenge of the Sith svona 300 sinnum á hann ég sé einhverjar aðra Star Wars myndir. Og spilaði hana PlayStation 2 tónleik með besta vinum mínum, muni eftir vonum. Og svo horfði ég á Phantom Menace og Attack of the Clones og svo, það var engin annar Star Wars nörd eða í fjölskyldinni fyrir systur mína og við áttum aldrei myndinar. Ég var alltaf að stela þær af stóra frænda á sko spólum. Þannig ég var alltaf að horfa á þær bara heima, bara allar. Svo var alltaf í Nexus og kaupið mér bara dót fyrir allan pening sem átti og á það ennþá í dag sko. En svona fyrstu myndina sem fyrir bíó Force Awakens sko. Sem mér fannst góð í bíóferðinu sko. Hvað mót er þú áttur? 99. Þú ert 99, já, ok. Fínt að vita það bara. Já. Ég er 83, Kjartan 90, þú 99. Óðinn fættist bara í fyrra dag. Hann er svo ungur. Þannig að þú ert búin að Star Wars maður sko. í mörg ár. Já. Ert þú búin að sjá mest allt? Ert þú búin að sjá Clone Wars? Ég er búin að sjá alla myndinar, alla þættina fyrir live utan. action? Já, alla live action þættina, alla teiknum þættina fyrir utan þessa Resistance og ég horfði á Bad Batch mjög svona snögglega yfir, ég man voru lítið eftir Þú talar í mækinn. Já, ég man voru lítið eftir Bad Batch þáttunum sko. Voru hann ekki sérstakir? Mér fannst ekki eitthvað bílaslega spil sko, en þú veist, þetta var kannski bara eitthvað saga sem ég hafði áhuga á beint sko. Mér fannst fyrst að segja nágætt sko, en svo einhvern veginn núna bara, ég skildi ekki neitt og áhugin var einhvern veginn ekkert í staðar þegar ég var að horfa á aðra serjun. Klára líka hana Tales of the Jedi daginn og það. Mér segir ógeðslega góð sko. Já, það var mjög gott. Eftir að segja Já. Mér sagði ekki sko, bara svo 8-20 mínútur þættir eitthvað. Ok, þannig að þú ert búin að sjá þetta allt eiginlega. Eiginlega. Bara búin að heyra góða hluti Tales of the Jedi sko. Óðinn, sko. förðu þín, Já. þú komst inn í top 10 þátt. Ég var alltaf aðeins að grínast með hvaða dungur. En þegar þú komst inn í fyrra, Já, þá var ég ennþá yngri. varst ekki 16? Já. Varst ekki þá 16 ára? Þá var ég 16 ára. Þannig að þú ert orðin 17. Ég er orðin 17 og ég er að vera 18. Þú ert að vera 18. Það kom alveg til tals þegar við hittum svona síðast í top 10 þættinum. Þú ert líka svona aðlega kvikmyndaámaður. Það kom eitthvað svona Star Wars út. Já. Er það ekki rétt? Munið á mér? Jú. Hvernig Star Wars maður er þú? Hvað er svona lengi í þessu? Hvað er búin lengi í þessu? Þú varst barn? Nei, það var svona fyrsta kynningi mín fyrir Star Wars, það var eitthvað, þegar ég var kannski 7 ára eitthvað, 2012 þá. Og ég átti heima með frænda mínum á tímanum og hann reyndi að sýna mér Revenge of the Sith og veist, ég bara gafst upp að ég gæti ekki hvort það, ég bara hafði engan áhuga. Og síðan kannski í svona grunnskóla einhvern tímann, svona seinni hluta grunnskóla, þá fór ég á Rogue One í bíó, það var fyrsta myndin sem ég fór í bíó og ég bara, heyrðu, þetta var eitthvað skemmtilegt. Þannig ég byrjaði bara að explora þetta og kíkja á þetta og síðan með eitthvað svona flakkara sem þú gæti setja myndir inn á og þú sort inn á og það stjúpappi minn átti þannig ég fekk bara að lána frá honum alla Star Wars myndir inn á það og ég ákvað bara að prófa að byrja og hérna erum við. Ok, þannig að myndir þú segja að þú verið rosalega mikil Star Wars maður? Já, ég er búin að sjá alla myndinar, ég er líka búin að sjá allt Clone Wars, allt Rebels og vantarlega ekki Resistance og ég er ekki búinn að horfa á Andor ennþá. Það er skandal sko. Ég er að horfa á annað núna og ég er að horfa á rosalega langa þætti og þegar ég er að horfa á eitthvað þá get ég ekki gert þetta nema að horfa það sem ég er að byrja. Þá get ég ekki horfa á nokkra þætti í einu. Já, þú veist. Já, ég meina eftir þannig að þú ert með eitthvað sem stökk á milli. Nei, ég get ekki verið að stökka á milli, ég verð bara að stikka to it. Ok, við ræðum alveg örugglega Andor aðeins eftir á þess að spoila. Ekki spoila fyrir. Það verður erfitt, en ok. Það verður erfitt. Ok, förum bara að byrja þetta strákar. Ég var varpið síðan að skjáin. Kjartan, þú byrjar. Ok. Og
eins og ég sagði, ég man ekki hvort ég sagði í þættinum eða fyrir þáttinn, ég er ekkert annað sammála þessum fullyrðingum, þetta er bara eitthvað sem ég er að búa til, leika með, starta einhverjum skemmtilegum samræðum, kýlum á þetta. Fyrsta fullyrðingin hljómar svona: General Grievous er skemmtilegri karakter en Count Dooku. Kjartan, er þetta rétt eða rangt? Nei, veistu, ég verð að vera úsammála þessu. General Grievous, mér finnst þetta að vera svona, þetta er eitthvað svona gæi sem að, bara, mér finnst það að vera svo tuðandi einhvern veginn, mér finnst það ekki skemmtilegur og þú veist, en það bara elska ég bara atriðið, þú veist, atriðið milli hans og Obi-Wan, sko, það er bara, því fyrst sem það er búið því betra samt, en þú veist, mér finnst þetta bara geggjað að við fáum þennan frábæra karakter Obi-Wan að berjast við þennan leiðilega gæja. Hann er svona kannski aðeins betri en Jar Jar, sko. Þú ert það? Ég skil ekki að þetta sé skemmtilegu karakter, bara engan veginn. Hann er margar hendur, hann er að safna geislasverðum. Já, hann er búin að drepa Jedis. Já. Er það ekki pínu cool? Ég veit ekki, röddinn hans fyrir töðunar á mér og þetta er ekki skemmtilegt, sko. Þannig að þið veist Count Dooku vera skemmtilegri en General Grievous og þetta er bara rugl fullyrðing. Já, og sérstaklega ég myndi eftir Tales of the Jedi, það er kemur ímis baksaga þar sem að gera hann ennþá betri karakter, sko. Er það ekki Dooku og Ahsoka sem er svona mest í þessum Jedi annars, Tales of the Jedi? Jú, stærstu karakterarnir í því. Ok. Förum bara yfir á næsta, svo kannski heldur aðeins svona spjalla þessa fullyrðingu, þegar allir eru búin að segja sitt. Ægir, þegar þú sast þetta poppaðin upp á skjánum, að Grievous er skemmtilegri karakter en Dooku. Ertu sammála því? Nei, ég er Count Dooku maður, sko. Sérstaklega, ég er sammála á honum, sko. Sérstaklega eftir Tales of the Jedi, Count Dooku verður bara svona 10 svona nettari og svona, bara maður svona finnir meira til með honum og svona, og bara svona, hann verður svona meiri minn maður, sko. En ég er ekki sammála að sé alveg Jar Jar level, sko. Þegar ég var yngri, þá var svona Grievous ekkert eðlilega svalur með svona 4 geislasverð í einu, sko. En er þetta barnakarakter? Er þetta bara cool fyrir eitthvað sem eru 12 ára yngri? Nei, mér finnst það eitthvað töff, sko. Alltaf sem nýbúin að reykja bara heim að pakka sígarettum, sko, í hómstakastinu, sko. En ég er ennþá að lega á Count Dooku liðinu, sko. Mér finnst það ekkert eðlilega svalur, sko. Þannig að ég er í dyrunni bara bust ef við erum að tala um eitthvað svona skemmtanagildi og hvað sem ekki töffarar eru. Þú veist, þetta tala um skemmtilega en þetta tala um, þú veist, netta töffa. Já, Dooku. En svo eru þú líka, bara hvernig vilt þú skilgræna það, skemmtilegri? Ég meina, er það að þið finnst það meira töff eða betri karakter? En ég nota orðið skemmtilegri, það er ástæður ég nota það. Mér finnst þetta að vera svolítið svona karakter sem er búin til þess að selja leikung, sko. Það er svolítið þannig. Hann er alveg töff standandi á einhverju borði, skilur, sem einhver svona stytta, en hann er ekki sem karakter í bíómynd er þetta hundleiðilegu gæi. Þú ert ekki hrifinn á honum. Óðinn, þeir eru báðir að setja sér rugl. Ertu sammála þeim eða finnst þið Grievous skemmtileg? Þetta er algjört rugl, skal ég segja. Ef líka þú horfir bara á Clone Wars. Já, líka þar bara. Þá eru þeir báðir á sama tíma líka. Og þeir eru að interfýra við konanann. Sér bara, Grievous er bara einhver algjör aumingi, sko. Hann er alltaf í hver einasta scenaríu, hann er alltaf að flýja. Meira sér í myndinni, hann flýr svona, þangað til hann er cornered og þá loksins byrjar hann ákveður hann að fæta. En alltaf í hver einasta scenaríu bara, hann flýr alltaf í hver einasta scenaríu. En Clone Wars, ég hef ekki séð það, ég hef bara séð nokkra þætti. Ná þeir ekki að gera Grievous eitthvað svona aðeins svalari, aðeins svona þríviðari karakter? Nei, ekki, sko. Hann er mjög svipaði bara í myndinni, sko. Já. En fær hann ekki stærra hlutverk ef þú horfir á allt Clone Wars? Er hann ekki svona stór partur af þeim? Stærra hlutverk en ekkert stórt hlutverk, sérstaklega. Ok, ég er svo mikið að reyna að selja ykkur að Dooku er bara ofsalur. Hann er ofsalur. Christopher Lee líka og en þetta er Dooku er nettar en Grievous. Við erum allir sammála því. Nema kannski þú. Nei, mér finnst alveg kjátt það. Já, ok. Mér finnst þetta gana að búa svona eitthvað til sem ég er ekkert sannilega sammála. Ein spurning, Count Dooku. Dooku, er þetta coolnafn? Já. Mér finnst það hart, sko. Já. Count Dooku, já. Það er svalt. En Sith-nafnið hans, er það ekki svarara?
Darth Tyrannus. Já. Count Dooku flottar Nei, mista, Count Dooku. Hæ? Já, Count Dooku held ég líka. Ég er eitthvað að vinna Darth þetta. Tyrannus. Darth Tyrannus. Þetta er geðið nafn. Þetta er alveg cool, sko, en Count Dooku er einhvern veginn meira... Allir sé ekki bara því að það er, þú veist, það er svo iconic, það er þekki allir, veit allir hver það er, en Darth Tyrannus er svona minna þekktur. Var Christopher Lee fullkonu leikana fyrir þetta hlutverk? Ægir? Þessi ég sé engan annan fyrir mig á þessum tíma, sko. Nei. Líka með skilminga background og þú veist, vildi hafa Sverrið svona fyrir það, sko. Þú veist, hann breytti því svona í þetta. En ef við hendi fram hérna inn í spurningu. Hann er líka náttúrulega Saruman í Lord of the Rings. Já, það hjálpar. En að henda Ian McKellen í þetta hlutverk. Fór Gandalf í það. Fáranlegt. Ég bara sé hann ekki fyrir Kannski. mig, sko. Ekki fáránlegt, en ég teki Christopher Lee. Já, Það það er samar á því, þú veist, hann hefði alveg getað verið cool, sko, en þú veist, við fengum þetta sem að er svona stórkostlega vel gert, sko. Ég menna sérði í hann í X-Men sem vondurkall, sko. Þú veist, hann getur alveg vondurkall, sko. Geggjað Já. það. Menna hann lék náttúrulega Magneto. Já. En senan, bardaðastenan á milli Obi-Wan, Anakin og Dooku í episode 2. Svona ömuleg. Af hverju er svona ömlega? Það hefur séð hana, það sem er bara svona í 10 sekúndir straight, það sem er bara shot af andlitin á þeim og þeir eru bara Er það sem ekki alltaf einhvern partur af þessum lightsaber atriðum? Jú, og svo líka sérst svo augljóslega að þetta er ekki Christopher Lee að gera þetta. Nei, voru þeir ekki búin að setja eitthvað svona CGI andlit á Jú. stöndar eða eitthvað svona Jú. fight double? Já. Hann líka, minna, þegar hann tók í dörr, þá var hann svolítið gaman. Áttaður eða eitthvað. Já, einmitt. Já. Ok, þetta er alltaf bara fullering. Dooku er auðvitað skemmtileg. Ég meina, er hann ekki allt? Hann er betri, hann er skemmtilegri, hann er meira töff. Hann gæti verið bara svalast Sithin sem er komið á skjáin, sko. Stór orð hérna. Ægir, þú ert að koma með alveg sprengju hérna bara í byrjun þáttarins. Mögulega flottastur. Eða nettasti, skilur við. Ég get alveg verið þar sem er komið á skjáin. Nei. Þetta var að segja Darth Maul. Það fer örugglega svolítið eftir í hvað þú meinar með nettastur, sko, þú veist. Vader. Já, ok, veitar, þú veist, fattur við, en þú veist, ég veit ekki, ég er bara tím Dooku, sko, þess að gegja þér. Þú ert mikil Dooku maður. Já, heyri ég. hann er harður, sko. Ok. Ég elska Dooku líka. Þetta var aðeins svo langt. Kjartan líka, hann líka. Ekki ljúga, ég gleymdi alveg við þetta. Karakter, sko. Kjartan, þú fegst henni bara áfall og sást þessa fullinningu. Bara hvað er það að gera? Þetta er bara full. Höldum áfram. Ægir, þú svarar núna fyrst. Fullinning 2. Fullerningin hljómar svona. Qui-Gon Jinn á skilið í sína eigin kvikmynd. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á þessar fyrstu mínútur af þessum áskiptum þætti. En til þess að horfa á hann eða hlusta á hann í heild sinni, þá þurfa að fara á bioblaður.is og gerast áskrifundur. Endilega kíkja á þetta. Þetta er bara 1099 krónur á mánuði og ég er að fara að dæla inn alls konar skemmtilegum áskiptum þáttum. Kíkja á bioblaður.is